Já, hingað eru komnir góðir gestir. Indriði H. Þorláksson, fyrrum ríkisskattstjóri, velkomin. Takk fyrir. Og Mörður Árnason, fyrrum þingmaður, sæll og velkomin. Þið voruð báðir gestir, sá ég, á málþingi sem haldið var starfshætti við lagagerð á Alþingi í síðustu viku. Það fór fram á vegum Reykjavíkur Akademíunnar sem nú flutt niður í miðborg. Og ég satt þetta þing sem blaðamaður og fannst það að mörgu leyti áhugavert og verðskulda frekari umræðu. Við getum kallað þetta spjall okkar núna aðvífandi sem tilraun til þess að færa almenningi bara heima í stofu, svona brota því sem þarna kom fram. Og þá viðbrögð ykkar við þeim upplýsingum sem komu fram. Það var náttúrulega heit kartafla sem að við öll minnumst sem málþófið síðasta sumar. Beitingins svokallaða kjarnorku ákvæði sem að lagaprófessor nokkur á þinginu sagðist finna aularhroll þegar hann heyrði að það var í kallað kjarnorku ákvæðið. En sem sagt þetta þing það fjallaði átök og atburði við meðferð frumvarpa á síðastliðnu vorþingi. Meðal annars og þarna fluttu allmargir erindi, meðal annars Þórunn Sveinbjarnardóttir sem forseti. Hún setti málþingið sem sé. Akkurat, sem forseti Alþingis og ég ætla bara svona byrja að grípa kannski niður í hennar málflutning að hún spurði í rauninni hvort ásýnd Alþingis eins og við sáum hana síðastliðið sumar væri kjósendum bjóðandi. Það svo? Ef við byrjum á þér, Mörður, fannst þér sem sagt ásýnd Alþingis og það sem framfór á Alþingi í fyrrasumar almenningi bjóðandi? Ég held að almenningur hafi bara svarað því sjálfur að þetta málþóf í sumar var algjör út í hött og eiginlega frá öllum punktum. Það kom fram á þessu málþingi hjá okkur í Reykjavíkur Akademíu að tími Alþingis takmarkuð auðlind. Já. En það bara hreinlega þannig að það er ákveðin tími sem gefinn til þingfunda, ákveðin tími sem gefinn sem gefst til þess að ræða málin í málstofunni eins og Haukur Árnason sagði, sem sé bara Alþingi eins og við sjáum það í sjónvarpinu. Og ákveðin tími sem nefndirnar fá, sem nefndirnar geta starfað á og svo framvegis. Og tíminn mjög mikilvæg auðlind en takmarkuð og þarna var hreinlega farið mjög illa með tímann. Já. Ég horfði náttúrulega á þetta af reynslu af því ég hef bæði ég var í 2 kjörtímabil á þingi aðalmaður og var eiginlega bæði gerandi og þolandi í málþófi. Bæði hélt upp í málþófi, það var reyndar í gamla stílnum þegar menn þurfti að flytja mjög langar ræður og var svo þolandi, það var einn af þeim sem þurfti að þola stjórnarandstöðunni í Jóhannestjórninni að halda upp í málþófi hvað eina. Þannig ég horfði svolítið á þetta þannig og ég var líka mjög hissa á þeim sem héldu upp í málþófinu þarna af því að það sem maður hugsaði var alltaf þetta, það er ekki bara verið að tefja einhver mál eða reyna að búa til einhverja stöðu, heldur var það líka þetta hvað segir fólkið? Hvað segir almenningur sem við erum að tala við? Eða minnst ástu þeir hópar sem að skipta máli. Og í þessum málþófi sumar þá var bara almenningur að móti því. Þeir sem héldu upp í málþófinu, þeim tókst aldrei að raun og veru að fá almenning á sitt band eða auka andstöðuna við það mál sem var að ræða, sem voru veiðigjöldin. Þannig að ég var líka hissa á á forsendunum sem voru á bakvið þetta. En mér fannst þetta sjálfur þegar ég lít tilbaka á mín eigin þáttöku sem þolandi og gerandi í málþófi, þá finnst mér þetta hálf ömurlegt og eiginlega niðurlægjandi fyrir þingmann og þingmenn að standa í þessu og þessu verður að breyta og ég held að í Þórunn Sveinbjarnardóttir sem þú ræddur hafi gert raun og veru bara þjóðinni mikinn greiða með því að nota þessa 71. grein sem búin að vera og heita ýmislegt en vera í þingsköpunum
frá upphafi, ég þori nú ekki að segja það, en minn sást í mjög lengi, og algjörlega eðlileg. Og vonandi breytir hún þar að segja það að hafa gert þetta og geta þá gert það, og menn geta þá gert það aftur við svipaðar aðstæður, að það breytir vonandi vinnubröðunum á þinginu. Já. Það kom hann fram sko Indriði að það í rauninni kannski agnúi á stutt í máli sumra að það væri verið að misnota form, misnota veilu í formi með því að ræsa þessa eilíðarvél eins og Mörður minnist á. Það var hérna áður hægt að flytja mjög langa ræður, svo þessum þingskapalögum breytt og hérna það kom fram hjá Þórunni og fleirum að það hefði kannski enginn séð fyrir að það væri hægt að fara í þessa endalausu 5 mínútna umræðu. Ertu með skoðan á því hvort sko það þarf að breyta þingsköpum, þingskapalögum, eða hvort við ættum að geta svona höfða til sómakenndar þingmanna? Já, það svona alltaf álitamál hvaða leið best, en ég vil taka undir það sem að Mörður segir málþófið. Ég held að það hafi fallið sjálft sig. Já. En ég held líka að það hafi sjálf sig kannski verið góð uppákoma því að þetta ekki eina tilvikið, eins og hann sagði, þetta hefur verið iðkað og það vantar einhver tæki til þess að koma í veg fyrir að fara svona illa með starfstíma þingsins og gera erfitt að afgreiða mál. Ja. Og mér fannst hérna setning þingforseta koma mjög glöggt fram sko hvaða áhrif þetta hefur á þingstörfin. Ja. Og svo fannst mér sérstaklega kannski andlitisverti hjá Davíð Þór Björgvinssyni sko hvernig hann skilgreindi í raun og veru og fór í gegnum annars vegar hvað felst í í mannréttundum, skoðanafrelsi eða tjáningafrelsi sem heilagt atriði. Já. Og hins vegar málfrelsi þar sem að kannski þessu sambandi menn fyrst og fremst að tala einhvers konar reglur sem settar á tilteknu vettvangi til þess að tryggja að framfari eðlileg afgreiðsla á það málum í félögum og þingi og svo framvegis. Já. Og við sjáum að í félögum ekki farið eftir þingsköpum að þá væri fundarsköpum þá væri erfitt að afgreiða málin. Já. Og þar til dæmis vald fundarstjóra til þess að stoppa umræðu og taka mál til afgreiðslu mikið meira heldur en í svölum Alþingis. Einmitt. Og þarna hafa menn sem sagt fundið leið með þessari síendurfluttu ræðum leið til þess að draga þetta á langinn, og ég held að það verið mjög þarft verk að sýna fram á að þetta gengur ekki, þetta hægt að stoppa. Og bara svona aðeins að bæta því við að Davíð Þór Björgvinsson sem þú nefnir, hann lagaprófessor við Háskólann á Akureyri. Og orð hans hafa náttúrulega vikt, hann eiginlega var nú ekkert að spara sig, sko. Hann nú ekki síður, sko, fyrirrandi dómari við Mannréttindadómstólinn í Strasborg. Svo það. Já, sem svona einstakt svolítið fyrir okkur. Já. Það eru fleiri en það sama. Þaðan þetta mjög dýrmætt reynsla, þannig að hann hefur alþjóðlega, minnst stóðstu, evrópska yfirsýn. Já. Og hann var mjög ákveðinn og eins og þú segir, Indriði, málfrelsi og tjáningarfrelsi ekki endilega það sama. Rétturinn að tala endalaust og tjáningarfrelsið, þetta ekki endilega sami hluturinn. Hann benti hvað eftir hann á það? En sko, því má svo ekki gleyma, því að ég hef líka verið gerandi, bara þolandi, að þetta málþóf sem tíðkast á íslenska þinginu sagði ekki Haukur það, held ég, að það sé hvergi jafn illa farið með tíma þingsins og ég Haukur Arnþórsson, doktor í stjórnsýslufræðum sem meðlimur í Reykjavíkurakademíunni. Og ég held að hann hefur talið bandaríska þingi með, sem eru nú fræg, þar eru frægan málþófs, hrynur teknar. Það vissu þeir eru búin að búa til það sérstakar reglur, hvað megi í málþófi og hvað ekki, en sem sé.
að sko málþófið sem við stóðum í gegn ríkisstjórn Davíðs Oddssonar, síðustu ríkisstjórn Davíðs Oddssonar, voru viðbrögð við því að þeim stjórnunarstíl Davíðs og þess meiri hluta, Davíð og Framsóknarflokkurinn með Halldór Ásgrímsson, að ætla að keyra máli gegn þingið, helst með sem minnstri umræðu og án þess að samfélagið geti tekið þátt í svona afgreiðslu málsins. Og ég ekkert reikinn á því að hafa staðið í málþófinu, í þessu málþófi eins og ég sagði áðan, en það við vorum að verja rétt minnihlutans og líka rétt almennings til þess að hafa áhrif á þingið, og það verður að passa sig auðvitað í framtíðinni hér að náist eitthvað í jafnvægi, þannig að meirihlutin geti sinnt þeim rétti og þeirri skyldu meirihlutans að afgreiða mál, en að minnihlutin hafi líka rétt og það haldist einhver lýðræðisleg umræða um mál sem skipta almenning, sem koma almenningi við. Já. Og það sem Haukur nefndi og hefur nú oft verið nefnt áður hér er danska ákvæðið. Danska, ekki að því að okkur þykir svo vænt Danmörku, heldur að því að það er merkilegt að íslenska þingið verður til úr danska þinginu, að því leyti að það eru í upphafi eru sömu reglur. 1845 þegar þingið verður til sem ráðgjafaþing og sérstaklega 1874 þegar í fyrsta löggjafaþinginu, að þá verða til íslenskt þing, íslenskt löggjafaþing sem byggt á sömu reglum og danska löggjafaþingið. Og það sem er merkilegt að skoða, þannig svo Indriði getur skoðað, sem er hagfræðingur, getur skoðað sko krónuna, mennir snöfa sama krónan, danska og íslenska krónan, hver hefur þróunin verið. Þá er svolítið að skoða þingin, þessi tvö, og aðtuga hver þróunin hefur verið og í hvoru þinginu standa menn sér betur. Auðvitað ákveðnir kostur á íslenska þinginu sem ekki eru fyrir hendur á danska þinginu. En regla sem þeir tóku upp í stjórnarskrárbreytingum 1953, það er svo langt síðan, þá var stjórnarskránni breytt í Danmörku, og þá tóku þeir beina reglu sem var svo að þriðjungur þingmanna á danska þinginu getur látið, krafist þess, eða sem sé getur kallað mál í þjóðaratkvæðagreiðslu. Já. Þetta myndi jafngilda því að 21 þingmaður á íslenska þinginu geti farið fram á þjóðaratkvæðagreiðslu. Og ekki farið fram á, heldur kallað á þjóðaratkvæðagreiðslu. Og 21 er tala sem svona sjálfstæðisflokkurinn hefur mjög oft verið með 21 mann. Vinstri flokkarnir kannski saman þegar hér í gamla dag, alþýðuflokkur og alþýðubandalag voru oft með einhverja svona tölu, þannig að manni finnst þetta lítið. Já. En svo skoðum maður sögun í danska þinginu, þetta er samþykkt 53. Einu sinni hefur þessi atkvæðagreiðsla farið fram af þessu tagi. Það er bara einu sinni. Það var á 1963 einhver jarðalög, eða einhver sem voru merkir lög á sínum tíma, meðal annars náttúruverndarlög og svo framvegis. Og þar voru stjórnarandstaðan sósíaldemókratíð, kratarnir voru í stjórn og í stjórnarandsstöðu voru hægriflokkar og þeir kölluðu þessi lög, þetta voru ferðlög í atkvæðagreiðslu og í þjóðaratkvæðagreiðslu sem fór fram og lögin voru samþykkt í atkvæðagreiðslunni. Og síðan hefur ekki gerst. Þetta aldrei gerst aftur. Væntanlega annars vegar vegna þess að stjórnarandstaðan vill ekki tapa þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að hún gerir þetta ekki nema að hún sé alveg vissum eða mikla líkur á að lögin sem hún sendir í þjóðaratkvæðagreiðslu falli í atkvæðagreiðslunni og hins vegar sem afleiðing af þessu þá vill stjórnin heldur ekki að fá lögin sín í eitthvað vesinn, fá þjóðaratkvæðagreiðslu lögin sín og reynir þess vegna að semja sig inn á þinginu þannig að stjórnarandstaðan hefur töluvert vægi. Ef það nást ekki samningar, þá getur stjórnarandstaðan gert þetta. Þetta er svona dæmi ákvæði sem er rétt að skoða. Af því að þarna er ákvæði sem sé klárlega hefur meirihlutin rétt til þess að gera það sem honum sýnist, en minnihlutin hefur ákveðin völd sem koma þarna á móti. Og sem sé að það eru 21 maður á Íslandinginu. Haukur, þegar hann sá okkur frá þessu, þá lagði hann til beinlínis að þetta er gert á Íslandi, við þurfum að hugsa það mjög vel. En þá sagði hann við skulum gera tilraun sem er þannig að við breytum ekki stjórnarskránni, en það er nú nokkuð
snúið. Heldur fáum forsetan í lið með okkur og látum forsetan, þannig að forsetin lofi því að ef að 21 þingmaður á íslenska þinginu vil fá máli í þjóðaratkvæðagreiðslu að þá sko noti forsetin í málskotsréttin. Þetta svona dæmi eins og við segja ákvæði, lagaákvæði eða eitthvað samkomulag sem að menn gera til þess að losa þingið úr þessum viðjum. Svo þetta spurning sem við getum rætt áfram sko, er það kannski íslensk pólitík með einhverjum mætti sem býður þetta til og ekki bara aðstæðanir á þinginu. Einmitt. Það forvitnilegt að velta því fyrir sér hvort við getum heimfært þessa venju Dana sem að hefur virkað þá vel. Það þurfti bara eina þjóðaratkvæðagreiðslu til og eins og Mörður segir þá það stór ákvörðun að fara þessa leið, en við erum einmitt að leita kannski að einhverjum svona betrum bótum fyrir minni hlutan, auknu lýðræði minni hlutans. Ef eilíðarvélin, 5 mínútna eilíðarvélin verður aftengt, þá finnst okkur kannski eðlilegt að það sé eitthvað annað úrræði. Heldur þú Indriði bara svona því að þú hefur nú svona lengi haft mikinn þjóðfélags áhuga og svona verða þú náttúrulega talnaglöggur og ert nú yfirleitt með einhver svona tölur og gögn fyrir fram að þig en svona ef við spyrðum tilfinningu þína, heldur það væri hægt að heimfæra þessa dönsku venju upp á Íslands samfélag? Já, ég sé í sjálfsveginga stóra vankanta á því sko að þetta myndi virka hér eins og annars staðar og ég held að þetta sé ekki heldur hvað maður segja, vopn í hendi minnihlutans til að stöðva hvaða mál sem þeir vilja vegna þess að þeir eru náttúrulega mikil pressu frá almenningsálitinu frá fylginu sko. En það sem Mörður talað svona sem réttlætingu fyrir málþófi, þar að segja að tryggja rétt minnihlutans að mál verði rædd og svo framvegis, ég held ég með í takkundi það. En það kom líka fram þarna á fundinu að það eru ýmislegt annað í starfsháttum Alþingi sem að hvað maður segja, hefur farið aflaka að því leyti. Til dæmis varðandi framlagningu frumvarpa, tímafresti og annað þess átt sem gera verkum að það er gerð afbrigði nánast sniðgengin svo regla að það gefist nægur tími fyrir þingflokkana, fyrir stjórnarandstönd til að skoða málin og taka þátt í þeim. Og annað líka sem að mér hefur fundist vera ástæð til að taka á að það það að þegar að málum smiglað í raun og veru inn í þingi með að hraða með þessum hætti eða jafnvel ennþá grófara hætti þegar að lagabreitingar sem að eru umdeilanlegar og þurfa umfjöllun að þær eru gerðar að viðhengi við önnur mál eins og í sambandi við fjárlaga frumvarpið þá fylgir oft og hefur gert í gegnum tíðina bálkur af breytingalögum og þar hafa verið gerða stórkostlega breytingar sem að í raun og veru eru aldrei reddað í þinginu en eru afdrifaríkar og móta, hvað maður segja, stöðuna. Ég geti tekið dæmi nokkuð margar lagabreytingar, skattalagabreytingar sem að hafa nánast verið gerðar án þess að nokkur umræða og nokkur þingleg meðferð færi fram. Já, til þess var ekki ætlast. Nei, þannig að það ekki bara þessi spurning, það ýmislegt annað í starfsháttum bæði skrifðum og svo kannski í praktíkinni sem að væri ástæð til þess að skoða í framhaldi af þessar uppákonu og þá sem að eins og segja held ég mjög þörf að því leyti hún velti þessum hlutum upp á borðið og fær fólk til að hugsa upp á nýtt. Heldur betur. Nú Davíð þú nefndi sérstaklega búvörulögin í tengslum við þetta umdelda frumvarp sem að margir halda fram að hafa bara verið endurritað upp á nýtt. Hann reyndar studdi komst að þeirri niðurstöðu sjálfur að Hæstiréttur að það rétt fyrir sér það að Alþingi hafi mátt setja þessi lög. En héraðsdómur og mjög margir töldu að það væri ekki. Það sem gerðist var það að það voru sem sé búvörulög sem voru breytingar þessi hefðbundnu búvörulög og svo allt í einu tókst atvinnuvega nefndinni undir forystu mann sem átti nú hagsmuna gæta reyndar að setja inn í lögin, ég held fyrir aðra umræðu, ekki þriðju en það sama, sem sé ákvæðu það
að landbúnaðarfyrirtækin skyldu vera undan þeim samkeppnislögum. Og það sem sé sett inn í búvörulög en hefði alveg klálega átt heima sem sérstakt frumvarp. Já. Og það sem vont við þetta líka það að breytingar af þessu tagi að þær fara ekki nema einu sinni þá til þingsins. Ef það eru breytingar úr nefnd þá það öðruvísi að þær fara aldrei í fyrstu umræðu og svona breyting fer heldur ekki í þá umræðu eða það ráðslag sem sé það að senda út til sem sé gefa mér kost á umsögn. Já. Sem að gert við frumvarp. Þannig að breytingar nefnd verður að fara hægt í allar svona breytingar af því að þær eru af því að það verður að virða rétt almennings og haghafa til þess að vita hvað að gerast og geta haft það að segja. Það sem til dæmis Haukur og fleiri bentu á var það að þessi breyting hefði ekki fengið þessar 3 umræður sem stjórnarskráin kveður á og einmitt eins og í Danmörku. Já. En í Danmörku tryggt bæði með reglum það að með ekki breyta frumvörpum mjög mikið sem sé í þingnefndum, það verður bara að fella þau, samþykkja þau eða fella þau og breyta þeim innan þeirra á því efnisviði sem frumvarpið tekur til og hins vegar svo það að allavega þetta og þar með stæðist þetta ekki stjórnarskrá og Davíð sagði að þingið það þingsins ekki dómstólana að ákveða það hvað felst í þessu 3 umræðum en það sem menn töluðu líka á þinginu á málþinginu var það að þingið sjálft gæti breytt þessu með því að taka upp reglur sem að væru þá svipaðar dönunum það að það megi ekki breyta svona miklu í frumvarpinu. Ef menn vilja undanþiggja fyrirtæki samkeppnislögum að þá getið þið flutt það sérstakt frumvarp sem að fer þá sína eðlilegu leiði gegnum þingið. Þingið má gera slíka breytingar allavega en þá en það má ekki svindla svona á þeim. Nei. Og eins þetta sem Indriði nefnir lög sem bara breytingar sem verða bara svona einhvers staðar niður inn í miðjum fjárlagabunkanum. Ég man eftir einni, það var ekkert stórmál svo sem en það var allt í einu búin til svo loftbrú á Íslandi sem þýddi það að landsbyggðarmenn tilteknum frá Húnaflóa og til Hafnar í Hornafirði hinn á leiðina sem sé að þeir fá eina ferð af ári held í ókeypis til að fljúga til Reykjavíkur og það var nú ekki mikil umræða þetta en þetta var sem sé samþykkt en ekki með sérstaklega frumvarp heldur var þetta samþykkt sem fjárveiting inn í fjárlögum þetta fekk enga umræðu menn hafði ekki við í Reykjavík kost á því að segja hvort við vildum myndi ekki hvort þetta verið við fengjum þá ekki loftbrú til að Akureyrar og svo framvegis ég er ekki að segja bara aftur vil ég segja þingið hefur rétt til að gera þetta ef þingið vil sérstaklega gefa Akureyringum flugfæll til Reykjavíkur þá hefur þingið þetta rétt til þess eða við skulum ætla það en það verður að vera en almenningur hefur líka rétt til þess að segja til það hvað þeim finnst það og við höfum rétt á því að þingmenn að fá afstöðu þingmanna þetta mál og ekki bara fjárlögin sem slík. Þannig að það ýmislegt þessu tagi sem þarf að skoða. Og eins og Indriði segir líka að þá þetta ekki bara þingið. Heldur þetta svona hlutir frumvarp eru búin til í skipulögð og sett fram af fulltrúum stjórnarráðsins. Það eru ráðherrar og embættismenn sem notfæra sér líka veikleika þingsins að þessu leyti. Já. Svo ef maður víkur aftur sögunni til síðasta sumars og þeirra orðræðu sem átti sér stað á meðal minnihluta þingmanna þeirra sem voru að þæfa málið mest að þeir töluðu mikið að það væri verið að skerða þeirra málfrelsi og tjáningafrelsi en þeir hafa svo mörg önnur úrræði eins og Davíð Þór Björgvinsson benti á til þess að tjá sig að taka þennan dýrmæta tíma, stutta tíma sem á Alþingi svo 100 klukkustunda skiptir það var enginn á öllu málþinginu sem sá neitt viti í þessu og ég spurði Þórunni Sveinbjarnardóttur fyrst að væri þannig að hverju þau breyttu þá ekki bara þingskapalögum en þá kom fram að
jú, það sennilega þegar lið á veturinn væri einhver vinna í gangi það en maður heyrði samt á svarennar að hún var ekki alveg viss hverju ætti að breyta með lagabókstaf og svona hvað ætti að reyna á, hvað maður að segja, siðsemi, sómakennd. Það svona spyr ég bara aftur, af því þú þekkir nú vel, Mörður, þessa menningu og hefur verið innan þings og utan. Heldurðu að við getum farið einhverjum svona mjúkar leiðir til þess að bæta þessa menningu eða Já, það sem ég held að Þórunn sé að hugsa þetta. Menn voru orðnir mjög heitir hérna í málþófinu, minnihlutinn og meirihlutinn líka. Leifum fólki aðeins að hvílast. Það komu fram rættir hinn nýji varaformaður Sjálfstæðisflokksins. Hann sagði það að svona drói land með þetta málþóf, þetta væri nú ekki mjög æskilegt og eitthvað svona. Það er ákveðin rödd sem er kannski til táks það, vísbending það að þessi minnihluti sem stóð fyrir málþófunni, að hann sé ekki, þó hann segist vera stoltur ennþá yfir því og þetta hafi verið alveg sjálfsagt og hann hafi verið órétti beittur, að þá sjáum menn nú að þetta svoleiðis var það ekki alveg. Nei. Og það getur auðvitað vel verið, 71. grein þarna, það þarf ekki að breyta henni. Það sem gallinn við 71. greinu var það að hún var ekki notuð. Og þá spurning, geta menn án breytinga, án þess að taka upp til dæmis stjórnarskrár ákveðið þjóðaratkvæðagreiðslu, náð sér niður á einhvern nýjan grundvöll í þessu. Það reynir strax á það á þinginu í einu máli sem bókun 35, þessi fræga, þar sem miðflokkurinn hefur talar núna þannig að hann ætli að út í málþóf hana. Það er ekki, við höfum ekki heyrt frá framsóknarmönnum og sjálfstæðismönnum það, en það getur reynt á þetta strax þar. Og mér finnst algjörlega eðlilegt, sérstaklega ef það er bara einn flokkur. Það þarf auðvitað að gæta þess að einn flokkur, og jafnvel bara hver þingmaður, hafi rétt til þess að fái að segja það sem hann sýnist og leggja fram þau rök sem hann vill og fái svör við sínum málflutningi. En ef einn flokkur, eins og miðflokkurinn hefur gert áður, leggst á eitt mál, tekur það í gíslingu, þá tel ég að beita 71. greinu svona eftir hæfilegan tíma. Og það gæti alveg svona prófsteinn á það hvort menn ná sér, hvort menn ná án mikilla breytinga á eitthvað annað stig í þessu dæmi. Já. Má ég segja svo, ég var eitthvað að reyna að koma orðum að þessu að ég veit það ekki hvort að þegar maður horfir á danska þingið og segir það er ekki allt gott af danska þinginu en það er eðlilegt að bera sig saman við það vegna þessara þessum sögulegu forsendum. En getur að verið að sé ekki bara að við höfum vilst út af einhverju svona leið tæknilega, það getur verið að íslensk pólitík snúist að einhverju leyti aðra hluti en í Danmörku. Málþófi núna, þetta grimma málþóf var veiðigjaldið og það sem var sérkennilegt við það, eins og ég sagði líka eins og gamli þingmannum komu auga á var það að málþæfendur höfðu ekki almenning með sér, nutu ekki mjög takmarka stuðnings almennings í þessu málþófi. Og hvað voru þeir þá að gera? Jú, þeir voru að verja tiltekna sérhagsmuni. Og það sem kemur aftur og aftur inn á Íslandi er það að þessi sókn og vörn sérhagsmununa sýnist manni grimmari hér í pólitíkinni heldur en í Danmörku eða Frakklandi eða Noregi. Og sérstaklega tekur þetta til tvenns, svona augljósast er þetta á tvennanhátt, annars væri þetta kvótaeigendurnir og sægreifarnir, það óréttlæti allt saman. Þeir ætla ekki að missa þetta aftur, þeir ætla sér að eiga þetta áfram og þess vegna var þetta málþóf í sumar. Og hins vegar þetta hagsmunir bænda og landsbyggðarinnar að minnst ástu myndir og það voru myndbúrulögin sem gerðu það. Og það hafa verið mjög grimmileg átök þó aðalega þannig að varla maður þora að nefna bændur en minnst ástu þeir sem hafa hag af óbreyttu ástandi í landbúnaði að þeir verjast
verjast hetjulega og sækja fram við að halda því óbreyttu þó að manni sýnist að skynsemi og aðstæður mæli með talsverðum breytingum á þessu. Ég hélt það fyrir svona 30 árum að þá væri landbúnaðurinn að breytast og þessi vinnsluhaldsömmul. Og kannski það þannig að þegar eftir inngöngu í Evrópusambandið að þá verði þessar breytingar tilneydar og verði sennilega bara nokkuð góðar því að Evrópusambandsreglurnar geti hjálpað okkur við að breyta þessu. Þetta eru mjög ólík hagsmunir sægreifa annars vegar og hins vegar bænda og landbúnaðarfyrirtækja en þetta samt eitthvað það á þessum punktum sem átökin verða hvað hörðust og óþyrmilegust í íslenski pólitík. Já, en vegna þess að þú nefnir með Danmörku, Jóhann Hauksson sem hefur starfaði lengi hér en hefur búið í Danmörku undanfarið. Hann hefur einmitt hann sagði í spjalli við mig á samstöðinni fyrir nokkrum mánuðum að honum sýndist allt önnur menning á bakvið danska pólitík og íslenska pólitík. Hvað varðaði það að í Danmörku þá væru bara þeir þingmenn bara dönn, þeir væru bara búnir ef þeir væru í svona grímulausri sérhagsmuna gæslu eða vörslu, en hér þetta bara einhvern veginn nánast viðurkendur hluti af starfi margra þingmanna. Þannig já, eindriði. Já, þetta áhörðefni mér langar aðeins fyrst kannski að mikið sem spurðir hægt að breyta vinnubröðum á Alþingi eða svo nauðsynlegt að breyta þingsköpum og svo framvegis eða hægt að gera með öðrum hætti Þá komið þarna fram áhugaverðir punktar eins og Hauki Arnþórsssyni þar sem hann svona velti upp ýmsum öðrum atriðum í starfi þingsins sem eru standi í vegi fyrir því að það sé jafn skilvirkt og við skulum segja gæði í starfsins mikil eins og æskilegt væri. Hann gerði samanburð á til dæmis hvað við eyðum mikið fleiri umræðutímum í þingsal í afgreiðslu mála heldur en til dæmis í öðrum þingum og svo framvegis. Og þannig að það fer minni tími þar að leiðandi í málefnalegri umfjöllun sem að fyrst og fremst kannski fer fram í þingnefndunum. Og það alveg ljóst að ef mann alltaf breyta eða ná þarna árangur þá það mitt mat að menn þurfi að endurskoða þingsköpin að ýmsu leyti, ekki bara varðandi þetta ákvæði. Ég alveg sammála því að 71. greinin að hann á að beita, hún er ekki kjarnorkuákvæði, hún er bara venjuleg starfsregla sem að á að nota. En það með ýmsum hætti hægt að auka skilvirknina eins og með framlagningar reglum og svo framvegis. Þannig að ég held að öllu falli eigi að nota þetta tækifæri til þess að endurskoða þessar reglur. En hitt líka áhugavert sem kom fram bæði hjá Þórunni og eins hjá Höllu Hrund þar sem hún ræddi einmitt fremur starfsmenningunni eða staðarmenninguna þar sem væri skortur á kannski samráði og samvinnumál, benti meðal á að mál líti umdeild mál, afgreiðslumál sem væri nauðsynlegt, oft smáatriði málum, þar væri engin ágreiningur, engin grundvallar ágreiningur milli þingflokkar eða hópa afgreiðslu þeirra. Þessi mál tæki hins vegar oft óhóðan tíma vegna þess að einhvern veginn teldu en það skildu sín að vera á móti stjórnarandstaðan og að vera á móti stjórnum og svo framvegis og segir af hverju komum sér ekki saman að til þess að gera ágreining til að mála þau séu tekin og fái eðlilega afgreiðslu en hangi ekki inn í annarkvort óafgreitt eða sé að tefja fyrir afgreiðslu annarra mála. Þannig að mér finnst vera mjög áhugavert að heyra í henni sem nýjum þingmenni komandi með annað sjónarhornin og þetta heldur í gamle þingmenni sem orður. En þannig að ég held að báðum þessum vettvangi, bæði hinni formlegu fundar, skapagerð og svo framvegis og eins hinu bara hreinlega hvernig menn fara með þennan þessi takmarka auðæfi sem að tíminn fyrir þingiði. Hver var það á þinginu sem að talaði alræði þingnefnda formanna? Varst það þú, Marður?
Já, ég geri það, já, ég geri það. Það kannski hluti af þessum vanda, eða hvað? Já, Þórunn nefndi svo, taldi nú að þetta veri gagnrýni mín og Höllurhundar, nýja og gamla þingmannsins, væri ekki alveg sanngjörn og nefndi að það væri til starfsreglur fastanefnda og ég hafði nú ekki hugmyndu það. en fletti þeim upp eða googlaði þær þegar ég kom heim og það er rétt að þær frá því ég var þarna þá voru konar starfsreglur fastanefnda og ég var mjög ánægð með það og skrifaði mitt Þórunni tölvupóst og þakkaði henni fyrir því að ég sá að þarna voru greinar í þessum starfsreglum sem hefðu hjálpað hennum nýja þingmanni árið 2003 að átta sig og hafa sitt fram gagnvart einmitt nefndaformunum með alræði. En það auðvitað þannig þráttu, Halla Hrund kvartaði yfir þessu. Þannig að eitthvað að þetta hefur greinilega ekki breyst náttúrulega mikið. Og það auðvitað þannig að nefndarformaður, það sem hann ákveður, það er bara það eru lög í nefndunum. En sennilega er þetta skárra en þegar ég var náttúrulega kom inn á þing eins og ég sagði áðan sem var síðasta kjörtímabil Davíðs Oddssonar og þá var ríkisstjórnin og meirihlutinn vön að ráða því á þinginu sem hún vildi. Það sem við lentum í var til dæmis fjölmiðlamálið og það var eitt aðalmálið á því þingi sem að Davíð nánast datt í hug svona einn eftirmiddag og taldi sjálfsagt að það er samþykkt sirka í þar næstu viku. Rissaði upp á servíettu. Það sem þegar maður horfir á norrænu þingin og ég þekkir kannski ekki mikið til víðar. Í Noregi er þetta þannig að í stóru málum að þá eru flokkarnir kallaðir til og þessir svona hagaðilar og almenningur og það kemur oft út svona rit sem heitir Stúrtingsmelding og það er ekki alveg hvítbók en það er þá er farið í gegnum mál eða málaflokk frá sem allra flestum sjónarhólum og flokkarnir stjórnarandstöðu flokkarnir og stjórnarflokkarnir eru með í þessu og síðan eru svona eru svona bent á leiðir til að hennum besta fyrirkomulagi og svo verða til úr þessari stúrtingsmeð búið að ræða hana í samfélaginu ekki náttúrulega kannski ekki á öllum kaffistofum en þar sem menn hafa áhuga málinu og hvað kemur það við að þá verða til stjórnarfrumvörpin. Þannig að áður en mál kemur inn á norska þingið að þá vita bæði hagaðilar og almenningur sem skiptir máli í þessu dæmi og þingflokkar og þingmenn stjórnar og stjórnarandstöðu hvað er að gerast. Og þess vegna verða umræðurnar á norska þinginu ekki endilega það er verða skipulegri. Það er tiltekinn ágreiningur en sem ákveðna hluti sem liggur í bara stefnu áherslum stjórnarflokks og stefnu áherslum flokkana, stjórnmálaflokkana í Noregi sem er eðlilegt en það er ekki verið að reyna að finna hann upp nánast þó að vera móti til þess að vera móti. Og þetta er kerfi sem ég held að myndi gera okkur mjög gott hér. Því að við erum alltaf í því miður það reddast er íslenska máltækið og það er gott í sjálfu sér að við erum tilbúin að ganga í hlutina og leysa málin það reddast sem sé en að reka alþingi og stjórnaráð í þessu prinsippi það er ekki gott. Nei, svo sem að nefni nokkra punkta sem komið fram hann á þinginu og ykkur hlustendum og áhörundum kunna þykja áhugaverðir þá kannski ágætt að rifja það upp að það eru 33 nýjir þingmenn núna og það var svolítið talað þessa starfsmannaveltu að stofnana minni færi þverrandi og það gæti verið hluti af vanda sem við myndum sjá hérna á næstu misserum í tengslum við þessa umræðu. Sumir nefndu það verið ástæði fyrir venjum og svona ákveðin íhaldssemi og það var gagnrýnt að hér snerist svo mikið þennan ræðutíma og þennan sjónvarsglugga og það var nefnt að ná í svona soundbite undir fyrirspurnatíma störf þingsins eða eitthvað fjölmiðlar myndu stökkva það og allt það. Það var nefnt að hérna í Tallinn eru 200 þingmenn, þar er ræðutími max 5 mínútur og það einhvern veginn dugar þeim.
Þannig að þetta svona hluti af forvitnilegum upplýsingum sem að komu fram og ég ætla aðeins að nefna til sögunar. En nú aðeins að ræða líka það sem að Halla Hrund kom inn á, en áður en við gerum það, Indriði, þegar þú varst embættismaður hjá ríkinu, varstu oft að ræða við nefndir Alþingis og þingmenn? Já, þann tíma ég var lengi í ráðuneytum, fjármálaráðuneytinu. Svo varstu það náttúrulega. Þá var það svona daglegt brauð, sérstaklega sambandi við fjárlagagerðina og reyndar skattalagabreytingur og þess að þar. Það voru nokkrir fundir á hverju hausti sem var satt hjá einhverju þingnefndum. Já, og var umræð á þeim tíma svona einhverja ósiði og óskilvirkni eins og var Nei, það var ekki. Það var umræð sem að snerist fyrst og fremst einhver konkrétt frumvarp sem var lofa fyrir eða einhver áleitamál sem á því þannig að þetta voru svona faglegi fundir að því leyti en ekki svona vinnubröði Nei. En engu síður að þá var maður einmitt varfið þar sem Márður sagði hér áðan hvað áhrif hagsmunaaðilana eru gífurlega mikil. Já. Ekki bara að þingmenn séu ófeimnir við að ganga fram fyrir skjöldu og segja að ég er líta mig sem þingmenn sjávarútvegsins eða eitthvað því sem hefur komið fyrir. Heldur líka það að í umfjöllunum þingmála þá yfirleitt kallaðir fyrst og fremst til viðtals fulltrúar hagsmunaaðila og maður upplifði oft að það voru til umræðu einhver skattamál og þá sátu röð af lögfræðingum og endurskoðunum frá hinum og þessum fyrirtækjum og þeir voru allir að tala máli ákveðna hagsmunaaðila ekki út frá neinum svona fræðilegum prinsipum því líka bara að segja að þetta mun þýða það að þessir tapa og þessir verða lúti þannig að þessi áhrif eru gífurlega mikið og ég held að væri þetta mikil að bóti að menn gerðu skurk í því að skilgreina svona lobbyisma og hann lægi bara væri upp á borðunum hverjir væru að tala tungu hagsmunaaðilanna fyrst og fremst. Og þú myndir segja að þetta væri til marks bjagað lýðræði? Já, mér finnst það að þarna er valdahlutföllin allavega í samfélaginu mjög skeggt því að það yfirleitt kemur aldrei fulltrúi almennings á fund þarna eða almannaheill og svo framvegis. Já, svo Þór Saari sagt að þessi frumvörp verði öll meira og minna til inn í kringum einhverja sérhagsmuni inn í ráðuneytunum í stað þess að Alþingi sé eiginlegi löggjöf en það kannski flóknara umræða. Inn í ráðuneytunum? Já, ég meina það er eðlilegt að stjórnarfrumvörp verði til inn í ráðuneytunum en það er verra ef það verða til á skrifstofum hagsmunaaðila. Sem að kemur fyrir líka. Það kemur líka fyrir. En kannski samband við það sem Márður sagði áðan vinnubróði í Noregi þá þekki svolítið til þeirra líka að þar er það algengt að standi til að gera einhverja meiri hátta breytingar til dæmis á skattalögum eða þess að þá er sett niður fagnefnd sem undirbótu. Þá var valdir fagaðilir það er ekki valdir fulltrúar pólitísku flokkana. Þessi fagaðilir þeir ljúka sinni vinnu, þeir eiga að vera ópartískir og þeir skila inn skýrslu góður röð sem heitir Norsk offentlige útredningar sem gerir grein fyrir þessu. Þegar að þessi hópur fræðingar eru búin að stilla upp sinni tillögu þá koma fulltrúar pólitísku flokkana og skrifa svona umsögn það og þannig fer þetta síðan til viðkomandi ráðuneytis og þingsins þannig að það er svona í takt við þessu umræðu þannig að það liggur alveg fyrir hvaða hagsmunaaðilar og hvaða pólitísku sjónarmið eru þarna upp á borðinu og hvað eru hins vegar neutral framsetning á málefninu. Já, þetta er alltaf verið til mikilla fyrirmyndar og ætti að vera til eftirbreytni hér. Það er farið að líða að lokum umræðunar hjá okkur en mér langar aðeins og þetta er nú eiginlega alveg út úr fasa við það sem við höfum verið að ræða en mér finnst forvitnilegt að hún Halla Hrund sem hefur verið minnst á sem var meðal framsögumanna þarna hún svona áður hún fór að tala kannski kjarnamálsins þá gat hún þessi hálfgerðu framhjólaupi að henni finnist að allt væri að drukkna í Charlie Kirk og ég hef verið svona hugsi yfir umfjöllun fjölmiðla og áherslum og hvernig fjölmiðlar og hvernig svona
hvernig verið að hjálpa almenningi að fara inn í til dæmis þetta sem við höfum verið að ræða hérna núna, eitthvað sem skiptir okkur öll raunverulega máli. Erum við svona að missa okkar eigið sérviskulega sjálfstæði sem Eiríki norður í landi mörður situr ennþá í stjórn Ríkisútvarpsins? Nei, ég er hættur þar. Hættur þar? En, ég satt mér 8 ár í stjórn Ríkisútvarpsins. Og ég efast ekki að þú hefur mikinn áhuga á fjölmiðlum og svona samfélagsmálum en þá. Er þetta eitthvað til þess að tala hvað við erum einhvern veginn mikið núna í því að flytja inn eins og sumir segja menningarstríð frá fjarlægum heimsálfum og svona, við erum ekki að gæta okkar einn? Já, ég held að partur af þessu séu samfélagsmiðlarnir og þetta beina samband sem menn í á hverjum degi og þessi amerikanisering umræðunar hér. Ég segi það ekki að því mér illa við Ameríku heldur að því þetta það. Já. Það koma inn í íslenska umræðu og íslenska skoðanamyndun þessi atriði með Charlie Kirk og með transfólkið og þetta allt saman. Ég kemur beint út úr umræðunni í Bandaríkjunum sem náttúrulega núna er óvenju heiftarleg með á þessu Trump-skeiði sem enginn veit hvernig endar. Og það sem áður og þetta hefur svona breytt ástandinu mjög mikið hér. Auðvitað náðu menn sér þó það nú væri urðu menn fyrir erlendum áhrifum og leituðu sér upplýsinga erlendis, þetta var ekki eins og var. Þetta er náttúrulega helst líka í hendur við veiklun fjölmiðlunarinnar hér sem þannig að þegar ég vakna á mótnana þá fer ég í símann minn og les fréttir í dagblaðunum sem ég er áskrifandi að í Bretlandi og Fraklandi og fer svo að líta á Ríkisútvarpið. Það er engin blöð í landinu nema þetta eina sem útgerðarmennindin gefa út og þetta ég get ekki tala bara illum það en það hefur öll völd á þeim markaði og það blað sem að hélt kannski eða var að vona yrði einhverju heimildin að kemur núna út í einu sinni í mánuði og ekki einu sinni í viku, hlaðvörp og því líkt eru þetta í gangi en fjölmiðlun á Íslandi er gjörbreytt miðað við 20, 40, 60 ár og ansi mikið af henni er afgreiðsla annars vegar á þeim erlendu fréttum sem berast í gegnum fréttaveitur sem ansi hátt hlutfall eru áskrifundir af og hins vegar svo hinn fræga kranablaðamennska sem Jónas Kristjánsson talaði og var nú uppi á nána sem mann finnst núna að vera gullöld íslenska fjölmiðlunar en menn ganga líka það er að segja það að halda á hljóðnema eða skrifa niður það sem einhver segir og birta það óbreytt. Þetta er eiginlega orðið enn verra en á dögum Jónasar, nú láta þeir ekki ná í sig og þeir sem ættu að vera í því hlutverki að þurfa að svara almenningi, jafnvel opinberir embættismenn, skrifa svo færslu einhvers staðar á eigin Facebook vegg eða eitthvað svoleiðis og fjölmiðlarnir birta það athugasemdalaust. Já, en fjölmiðlarnir geta heldur ekki spurt út í það. En þetta hefur auðvitað sín áhrif á það sem við erum að tala þingið og gang mála í stjórnkerfinu. Það er nefnilega þannig. Indriði, er þetta ekki áhyggefni? Jú, þetta er áhyggefni og það er ekki bara áhrifin á Alþingi, heldur bara á umræðinu í samfélaginu. Þetta þýðir það að hún fer framhjá, við skulum segja umræða svona stærri mál og svo framar. Hún fer meira og minna framhjá almenningi vegna þess að þeir eru uppdefnir og af einhverjum samfélagsmiðlum og svo framar sem ekki fjalla faglega eða efnislegu málin heldur slá upp fyrirsögnum og svona alhæfingum. Við endum á þessum nótum þótt alvarlegar séu en það er búið að vera mjög fróðlegt og áhugavert og skemmtilegt að fá ykkur herramenn Indriði H. Þorláksson og Mörður Árnason hingað að rauðaborðinu til þess að ræða þetta mál sem að mér fannst verðskulda frekari umræðu og gaman að geta fært fært áhorfendum og hlustendum ykkar sjónarmið. Takk fyrir komuna. Takk fyrir. Ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur. Við höldum áfram hér við rauðaborðið eftir andartak með nýjan kafla.
Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is